Já, sósíalískir umhverfissinnar, baráttuhópur sem í mótun og á að stofna formlega 22. apríl sem dagur jarðarinnar og afmæli Lenins, sagði ykkur, sem skemmtileg tilviljun. En með mér til að ræða sósíalíska umhverfissinna eru sósíalískir umhverfissinnar, Sigurrós Eggertsdóttir, Arnar Páll og Stefán Örn. Takk fyrir að koma. Nú Arnar, þú búin að vera að leiða svolítið þessa vinnu að koma þessu á fót. Af hverju nauðsynlegt að stofna slíkan baráttuhóp? Já, þetta náttúrulega bara, það náttúrulega staðreynd að við höfum bara eina blándu og við þurfum að lifa í sátt og samlyndi við hana og sjá til þess að hún verði í lagi eitthvað í framtíðinni. Og þetta náttúrulega til umhverfissamtök sem að berjast fyrir ýmsum hlutum, en mér finnst svona svolítið eins og að þær leiðir sem verið að tala séu það verið að gera þær innan að ramma kapitalismans sem að virka bara einfaldlega ekki, og við höfum séð fram á núna að það verið að fara alls konar aðgerðir sem að hafa verið farið í, en það virðist ekkert vera að stoppa hlýnun jarðar, sko. Já, það eykst bara og eykst. Já. Við vorum með myndinni í byrjun sem við getum kannski fengið aftur upp. Við erum með eina mynd, þarna svona mím eins og þau kalla þar maður í jakkafötum að segja við næstu kynslóðina að já, plánetan eyðilagðist en í skamman tíma náðum við að skapa alveg hellings að hagnað fyrir hlutáfana, fyrir einhverja örfáa. Er það þess virði? Er þetta eitthvað sem við viljum að gerist? Og er þetta ekki svolítið kjarni málsins að í stað þess að taka á vistkerfiskreppunni, veðurfarsbreytingunum og slíku, þá erum við bara hámarka hagnað fyrir hlutáfana? Stefán? Já, ég meina, það náttúrulega frá því ég sé að það eru svona tvær hugsanir á þessu á hvernig við eigum að bæta umhverfismál, og það eru ef ég ætla að sletta yfir ensku green growth eða degrowth, og green growth þá eins og Green New Deal Bandaríkjunum, hún náttúrulega mikið búið að vera að ræða og já allavega skrefi rétta átt, en ég tel að það sé nauðsynlegt að vera með þetta degrowth eða draga úr. Við erum bara hreinlega að neyta of mikið og sama á hvaða hátt við erum að framleiða, það mun aldrei vera þetta mikið, það ekki hægt að framleiða svona mikið og ekki eða plánundina, sko. Og þannig að kannski kapitalismin ekki að endilega framleiða alltaf bara það sem við þurfum og hvað þá að hugsa út í ykkur sjálfbærni, heldur bara, það er bara hámarka hagnað, það er bara það sem rekur allt áfram. Eina sem að, hámarka hagnað, það er svo mikið framleitt af rusli sem að fyrir bara í rusli, því miður. Bara ömurlegt að sjá bara heilu fjöllin af einhverjum fatnaði sem að okkur er látin talin trúum að við þurfum. Við þurfum hann ekki. Og síðan er náttúrulega það leiðir sem við verðum að fara, það er að fara alls konar leiðir sem að setja auka skatt á hitt og auka skatt á það, græna skatta og allt þetta dæmi, sko, sem að hefur eiginlega sýnt sig að er ekkert mikið að skila sér, og mikið af þeim verður maður að spyrja, sko, hafa þeir þau áhrif sem að þau eiga að hafa, eða er bara verið að mjólka eðlilegt fólk meiri pening og samt erum við ekki að ná að bjarga umhverfinu, sko. Það er bara eiginlega málið, við sjáum það bara, þessi grænþvottur og þessar leiðir sem verið að fara núna eru ekki að skila sjálfbærum niðurstöðum, því að kjarnin er óbreyttur og það er stöðug þensla og stækkun efnahagskerfisins undir kapitalisma út frá hagnaðarkröfunni, ekki neinu öðru. Og ef við tökum ekki á þeirri undirstöðu þá er nú eiginlega bara lítil von í því að við getum komist á einhvers konar sjálfbært stig sem viðhelst í lengri tíma. Já, og síðan alltaf margt sem er það er svo margt í kapitalismanum sem að ýtir undir einmitt að það sé alltaf eitthvað alltaf einhver framleiðsla, það sé alltaf verið að búa til eitthvað rusl sem enda bara á hugunum. Og miðað við það hvað við höfum hvað framleiðslu geta hefur sko farið ótrúlega hátt upp og framleiðslu geta það á hvert klukkutíma, sko, að þá ættu við að vinna miklu meira. Það væri mjög auðvelt að ef að hlutinu verið rétt settur upp að það væri með 4 daga vinnuviku sem að myndi náttúrulega
það væri minna hagkerfi, dígróð skilur og það er leiðandi miklu minni mengun en það skilur eins og er ekki nógu hagnaði. Og þetta er líka eitthvað sem að maður myndi kannski halda myndi gerast með svona tæknivæðingu, að við myndum fá aðeins meira space til þess að lifa lífinu, njóta lífsins. En við erum bara ekki að sjá það neins staðar. Hjóla hraðar fyrir Já. atvinnulífið Já. og hluthafana. Þetta er bara nýtt til að mjólka meira úr okkur. Já, Það gerir okkur bara hraðari og betri í að vinna vinnuna en þá framleiðum við bara meira, við fáum aldrei meira borga og vinnum aldrei minna. einmitt. Það er oft verið talað kapitalisma, Marx talaði það stundum sem bara svona óreiða framleiðslunar, af því að það er bara hagnaðarkrafan og kapitalistanir að sækja sér aukinn hagnað og það er eitt sem að margir sósíalistar hafa bent á og bara líka svona umhverfissinnar að þegar að þú veist þegar eitthvað verður ódýrara í notkun eða verður, þú veist, notar minna bensín eða notar minni orku og slíkt að þá vonar fólk kannski að það muni þá draga úr notkun þess eins og maður tekur bara loftkælingakerfi sem er nú meiri þörf á í útlöndum og þú nærð að gera þau ódýrari og í framleiðslu og ódýrari í rekstri og þú myndir þá kannski halda að betri segja í að kæla og slíkt fyrir sömu orku og þú myndir þá halda að það myndi þurfa færri loftkælingakerfi en það sem að gerast út af því að það er ódýrt að þá er bara farið í það að nýta þetta meira. Þú veist, fólk, og þetta kallast Jevons paradox þar sem að aukin framleiðni í ykkur tilteknu eða aukið efficiency, ég reyna að finna orðið fyrir efficiency, skilvirkni í ykkur að hún leiðir ekki til þess að það minnki notkunin á tiltekinni græju heldur ekstra bara yfir höfuð. Já, og síðan sjáum þetta líka Það er kannski punktur í því, þú veist, ætli það sé þá eins og bara með loftkælingakerfi einhver hlutur sem að lægri stéttir eiga þá efna á núna kannski og það er svona meiri notkun einhver kannski hluta af því Spilar inn í. Já. Það er enda mjög gott en það er líka það er samt líka í hvað orkan okkar fer að því það leið og við erum komið með svigrum í orku þess að við sjáum bara hér að við hefum alltaf verið með ódýr orku á Íslandi þegar við hefum verið með næga orku en síðan sjáum við það bara núna þegar alheimsvæðingu bara á mörkuðum að það eru fleiri fyrirtæki komin að fara að sækja hinga bara í ódýra orku sem að og mér finnst það svo vitlaust alltaf hvernig eins og við erum að tala kapitalismann að ef þú selur orkuna á hærra verði þá færðu hagvöxt það er komið meiri peninga í umferð en á sama tíma ertu að kannski íta út þá hækkar kostnaður bara til almennings bara það sem við þurfum að rafmagni heima okkur og það hefur eins og núna hefur verið að gerast mér bara mjög alvarlegt að grænmetisrektor í Íslandi að þeir eftir að núna það er komið svo mikil spenna á orku þörfina hjá okkur út af þessi hvað eru margir farnar sækinga í ódýrri orku að það hefur hækkað verðið og núna sjáum við til dæmis fram á það að grænmetisbændur þeir eru eitthvað fyrir að tala um það að jafnvel að fara að hætta að rækta allan á veturnar að það bara þeir sjá ekki fram á að reksturinn geti staðið undir sér og þá erum við að sjá fram á að í staðin þegar erum með einhverja digital peninga sem eru að búast til einhvers staðar það er rosa gott, þá er hagkerfið að fara upp en á móti erum við að fara að fá minna grænmeti nema við flytjum það inn frá útlöndum er það sem við viljum með það? Það er bara glata sko. Nei, nákvæmlega. Já, ég meina stærstur hluti af raforkun okkar fer náttúrulega bara í stórnotendur. Ég er rafvirki, þannig ég hef kynnt mér þetta alveg talsvert en þessi orkuskortur sem við erum í núna minnst það orð orkuskortur vera eitthvað svo þetta er svo eitthvað bara ótrúlegt þetta er eiginlega, maður trúir ekki á þetta sko Það er algjört rugl. Það er orkuskortur á einstaklinga þegar 80% fer til stórnotenda þar af 64% af heildinni sko bara til álvera og þá meiri hlutin af allri kolefnislosun á Íslandi allavega árið 2021 framleiddist í álverum og það er það sem við erum að nota okkar ægilega hreinu raforku í bara það að losa meira hérna innan við okkar landamæri. Þetta er mjög skýrt dæmi nauðsyn sósíalismans og að það sé haldið aftur af bara endalausri hagnaðarkröfu kapitalismans og þú veist Landsvirkjun
er í eigu almennings ennþá, en þau eru samt inn í þessu svona hugafari af kapitalismanum, það þarf að stækka meira, eftirspurnin er mikil og við þurfum að geta svarað henni, þú veist, og þannig annars fer allt í bál og brand er einhvern veginn hugsunin, sko, og eins með garðyrkjubændina í staðinn fyrir að hugsa einhver samfélagsleg sjónarmið og spurja fólki í landinu hvernig ættum við að ráðstafa þessum auðlindum sem væri svona sósíalísk nálgun á þetta, þá er bara hugsað út frá einhverjum svona hagnaðarkröfum, þó þetta sé Landsvirkjun sem er í eigu hins opinbera, en við gætum sagt að auðvitað eigum að forgangsraða ef við viljum öflugan landbúnað og hvað þá eitthvað nýstárlegt sem krefst kannski mikið af orku, að við viljum setja það inn í garðyrkju framleiðslu. Sér þetta líka svo vittlust alltaf sett upp að því að síðan það kom ykkur inn hérna eins og álver og gagnaver og allt þetta, sko, sem þurfa heilmiklu orku og þá er strax farið að þessu miklu orku þurfum að fara að virkja meira og þá sósíalísk nálgun væri ok, viljum við vera með þessi gagnaver og álver og allt þetta og eyðileggja þennan foss eða þennan fjörð eða hvað sem er sem að þarf að eyðileggja til að virkja, það þarf alltaf að eyðileggja eitthvað til að virkja. Það getum við alveg farið í það samtal, er það þessi virði í staðin fyrir að það er alltaf bara sagt ok, það er orkuþörf endalaust. Nákvæmlega, já, sérstaklega með núna því að við erum búin að virkja flesta staði sem að voru með minnst umhverfisáhrif, við erum búin að virkja þar og núna eins og með Hvammsvirkjun og allt það mál Hvammsvirkjun er slæm fyrir umhverfið, alveg svo alla virkjanir eru slæmi fyrir umhverfið, þrátt fyrir að þetta er Vatnsaflsvirkjun og Vatnsaflsvirkjun þær eru ofta taldar grænar en þær eru grænari, það er samt kolefnislosun bara í formi metangas frekar en í kolefni. Það snýst náttúrulega svo ótrúlega mikið bara hvernig forgangsraðar notkun auðlindana og inn í kapitalisma þá er því forgangsraðar fyrir hagnað, örfára en þú veist, þetta er endurspeglun á bara víðara vandamáli jarðarinnar sem við stöndum frammi fyrir að í staðinn fyrir að forgangsraða hagsmunum alþýðu heimsins og framtíða kynslóða og lífríkisins sjálfs að þá er það bara hagnaðar krafan bara Donald Trump, nýr forseti Bandaríkjanna, hann segir bara drill baby drill, þeir alltaf ná bara í meira olíu, pumpana upp að því þeir græða mest af því sem fyrst og þetta kannski líka sýnir fram á hvað það er mikil þörf á aukinni sósíalískri vitund í umhverfisbaráttunni af því að það verður að setja þessum fyrirtækjum stólinn fyrir dyrnar og svo verði hægt að draga úr útblæstri og slíkt. Þú verður einhvern veginn að plana þetta út, leggja niður einhverja línur og gera þetta á skilvirkan og skipulaðan hátt. Síðan er þetta alltaf sett upp einmitt þannig að sko, þessi öll fyrirtæki og þetta þeim að koma einn og nota hvað orkusviði vilja því það er peningur þar sko en þú þarft að breyta því sem þú ert að gera heima hjá þér sko og það er alltaf sett á því heimilin eru jú, þetta er rosa gott að minnka þetta að vera með orkuspartnað og allt þetta og reyna að vera svolítið umhverfisvænni heima á sér en það er samt svo lítill partur með við hitt en í umræðinu þá er það einhvern veginn bara eins og almenningur þurfa að axla ábyrgðina á því sem að er verið að gerast í atvinnulífinu. Ég minna eins og það er náttúrulega búið að vera núna algjör bylting eins og bara með ljós, með LED-ljós á móti glóperum. Þetta er um að tala sko 4-10% af upprunalegri notkun og er það í alvörunni ekki nóg hagræðing innan heimilana þegar að meiri hlutin af raforku sem er notuð kannski á mörgum vinnustöðum og mörgum heimilum kemur úr lýsingu og það er búið að lækka það úr 100 vöttum niður í 4 vött á peruna og er það ekki hvernig getur það ekki verið nú? Hvernig getur í alvörunni verið ennþá þessi orkuskortur? Þetta er klassískt og tengist mörgu öðru en bara umhverfismálunum þó umhverfismálun eru massív fyrir risavaxin en það er þessi einstaklingshyggja á móti svona samfélagslegri ábyrgð og samfélagslegri vitund og kannski meira sérstaklega stéttar vitund þú veist, í umræðinu erum við að tala um einhverja plastappa og að flokka og svona dót en þú veist, koltvísýringsútblastur bara eykst ár eftir ár og áfram neyðarástand verða alvarlegra og ekkert gerist og fyrir séð að ekkert muni gerast sko. Eða þú veist, það er eitthvað að gerast en það er ekki að gerast nærri nóg til þess að við séum að fyrirbyggja bara hamfarir á næstu áratugum sem verða skelfilegar og þá sérstaklega þetta fyrir því miður
fátækari hluta heimsins sem hafa gert minnst til þess að orsaka þær afleiðingar sem við horfum fram á. Algjörlega. Nei, og það er oft talað hvernig þau lönd sem að verða mest fyrir þessu eru akkurat þau sem að hafa minnst gert til þess að valda þessu vandamáli. En svo er annað fólk sem vil tala innflytjendamál og einhvern veginn skilja ekki að þetta eru algjörlega tengd mál. Umhverfismál og innflytjendamál eru tengd af því að ef við erum að rústa plánetunni og fólk getur ekki búið í sínum heimalöndum, þá þurfa þau að fara eitthvað annað. Og ef þú vilt ekki taka á móti þeim, þá verður þú bara hætt að menga. Bara, so sorry. Það er þegar farin að sjá það á mörgum stöðum eins og sérstaklega á horni Afríku, þar sem það er bara nánast heilu löndin sem eru óbyggð, óbyggjanleg. Síðan þegar maður er að fara að horfa í framtíðina, það er alltaf veit ekki nákvæmlega hvað er að fara að gera mörg líkun, en það er samt alveg líkur að því að golfstraumurinn stoppi, sko. Þá eru við í rosa slæmum málum, sko. Þá er ekkert víst að þetta búa á Íslandi, þannig að þó þetta sé alveg svartasta myndin, þá er þetta samt eitthvað, sko, segjum, ef það væri 1% líkur á þessu, þá er það samt eitthvað sem við þurfum að taka alvarlega, sko. Við erum ekki að tala 1% líkur. Það var ný könnun á þessu og við erum að tala 8 eða 10% líkur. Já, það er svolítið mikið, sko. Það er svolítið mikið, 8 eða 10% líkur á næstu 15 árum að golfstraumurinn falli. Og nú 2 rannsóknir sem komu held ég í fyrra sem töldu að það eru 90% líkur að sem sagt ekki golfstraumurinn sjálfur heldur Amok kerfið sem flytur vatn mikið frá Mexíkóflóa og upp að Norður-Atlantshafið, að það kerfi muni hrynja sem sagt á þessari öld, sko, að það séu 90% líkur á þessari öld, og þá minnir mig að þau hafa verið að miða við það talaði svona scenarios af því hvernig við náum að taka á útblæstrinum. Þú veist, er annarkvort að við minkum útblæsturinn dramatískt og komum þannig vonandi veg fyrir verstu afleiðingarnar, svo er svona ákveðið miðjulína þar sem er miðlungsútblástur og svo er bara áframhaldandi útblástursscenaríó, sko. Og ég held að 90% miði við að við höldum einhverjum velli og byrjum svo aðeins að trappa okkur niður hægt, sko. Þannig að ef við höldum bara áfram að pumpa þessu út, og þá náttúrulega eru líkurnar að aukast mikið. Við svolítið vantar svona framtíðarsýn, sko, í bara kapitalismanum yfir höfuð, sko. Veist, ég er bara orðlaus, sko. Algjörlega. Og þessi lína sem er oft sett, eins og það er oft sett einhverja gráður, 1,5 gráða, 2,5 gráða af hlýnun, eða þetta mikið losun og þetta mikið svona, það er rosalega auðvelt að þegar þetta eru bara einhverja línur af einhverju grafi, eða þetta eru bara einhverja tölur, að ekki hugsa neitt og djúpt út í það. Já, ok, verðum að þessu, en 1 gráði viðbót er ekki það slæm. 1 gráði viðbót eru miljardar af fólki sem deyr, eða miljardar af fólki sem þarf að flýja heimalöndi sín, og bara allt sem því fylgir. Sér líka með talandi það að það séu bara einhverja línur á blaði, sko, en þegar þú verður að setja þetta þannig upp að það eru raunverulegar, kannski 10%, segjum það er samt raunverulega líkur að því að Ísland verði óbyggilegt á okkar ævi eða það verður ekki breyting. Og þegar maður fer að setja svona upp, þá hugsa maður, ok, það þarf að fara að gera eitthvað. Já. Ég hlustaði á Guðlaug Þór í kosningabaráttunni, þá var hann umhverfisráðherra og hann var að tala um loftslagsmálin og svona að tala um það að það sé svolítið hystería í kringum þetta, að fólk hafi ómiklar áhyggjur og er í raun bara að advokera fyrir, sko, grænþvotti, skilur fá minn vindmyllur og því það er svo mikill orkuskortur, við þurfum hellinga orku til þess að breyti yfir í endurnýjanlega orkugjafa og ég hugsaði bara, þú veist, ef að Íslendingar 2070 horfa á myndband af Guðlaugi Þór að segja þetta þá og segjum að Amok sé búið að hrynja, þú veist, hvers konar kjáni, skilur, þú veist, og svona eru yfirstéttir mikið til bara í þennum vestræna heimi, þau bara vaða áfram og afleiðingarnar verða auðvitað alþýðunar, sko. Venjulegt fólk mun verða fyrir barðinu og hinn ofurríkur inn að koma sér undan hvernig sem þau geta. Ég er ekkert mál fyrir nú ofurríku að flytja allar sem pening bara í eitthvað annað land, sko, en það er kannski aðeins meira vesen fyrir venjulegt fólk, sko. Það er bara einhverja næs sólarströnd og setja nóga vélbysum á landamærin og þá getur við bara haft að kósi í heimsendinum. Átt nóg fyrir.
Ég hef lesið skýrslur frá aðilum sem eru að reyna að tryggja svona öryggi milljarðamæringa sem eru að flýja slíkan voða og þá hafa þær helst áhyggjur af því að öryggisverðinir munu svíkja milljarðamæringana þegar kemur að því. Skiljanlega kannski. Já. En eitt sem tengist þessu óhjákvæmilega, og það náttúrulega tengist allt umhverfismálunum að þegar við erum bara á þessari plánetu, mannkynið er á þessari plánetu, það tók plánetuna milljarða ára til þess að þróast til þess að verða eins og hann er og sá svona stöðuleiki sem við höfum lifað í, þú veist, er ekki sjálfgefinn né er hann stöðugur á jörðinni, jörðin tekur breytingum og slíku og í mannkynssögunni höfum við verið að lifa frekar tiltölulega stöðugt svona jarðsögutímabil, Holocene heitir það á ensku en núna erum við að fara úr þessu jarðsögutímabili og yfir í bara mikla óvissu tíma þú veist, eins og þú nefndir að það eru gerðar alls konar spár en við í raun vitum ekkert alveg hvað er að fara að gerast en það er mjög óhugnalegt það sem við horfum fram á af því að ef þú veist, við reiðum okkur rosalega á mannkynið á stöðugt veðurfar og að regnmynstrin séu á ákveðinn hátt og að hitastigið séu á vissan hátt og slíkt og þegar við kastar þessum stöðuleika út dyrnar sko, þá þú veist afleiðingarnar eru gríðarlegar og náttúrulega tengjast öllu öðru líka og það er kannski mesti óttinn við þetta ef við önum áfram sko, þá óstöðuleikin verður svo gríðarlegur að við munum sjá þú veist styrjaldir og risavaxnar hungursneiðar mögulega og þess vegna tengst þetta líka svo gríðarlega heimsvalda stefnunni af því að ef hún fær bara að grassera áfram sko, þá er ekki séns að mannkynið geti tekið á þessum vandamálum ef að heimsveldin eru bara að reyna og heimsveldið er að reyna að halda sínu bara á svífist einskist þess að gera það þá er lítill séns til þess að heimurinn geti tekið sér saman og unnið að einhverjum markvissum aðgerðum í þessum málum. Já, það er náttúrulega líka að við erum að tala við ætlum að flokka eða kaupa okkur rafmagnsbíl eða eitthvað svona en síðan sjáum við bara heilu stríðin sko í Úkraínu eða Palestínu og hver er mengunin af því þá fer maður að hugsa hvað það verður að tala við okkur bara passið ykkur til þurfa að taka ykkur á en við ætlum samt að vera með herþotur og sprengjur og allt þetta sem að sko menga bara eins og eitt heimil í mörg þúsund ár sko. Elon Musk er alveg bara holdgerfingur, svona grænþvotskapitalisma, kemur inn rosa hugsjónamaður framtíð mannkynsins og eitthvað slíkt og við þurfum rafmagnsbíla segir hann og svona og fer svo beint í það að þú veist tryggja sér sem allra ódýrustu lithium-auðlindirnar hvar sem er í heiminum we'll coup whoever we want, segir hann og stunda heimsvaldastefnuna áfram og hann reyndi Já, þeir taka í Bólivíu og svona þó hann hafi ekki komið beint að því þá hafði hann grætt stórkostlega á því sko. Vísindamaður sem heitir Jason Hinkle og þegar hann er spurður út í veðurfarsbreytingar þá segir hann geti eiginlega ekki gert án þess að fara umhverfismálin án þess að fara að tala heimsvaldastefnuna og hann gerði rannsókn nýverið þar sem þeir sýndu fram á það að arðránið sem hnattræna norðrið og hnattræna norðrið er þá G7 ríkin, NATO, Japan og Ástralía arðræna og flytja verðmæti frá hnattræna suðrinu upp á svona $10 trilljón á hverju einasta ári sem við erum að taka frá þeim og kapitalistin er að nýta sér og þetta er eitthvað sem verður að leysa líka að því það verður að stuðla að framþróun á öðrum svæðum í heiminum. Það er alltaf líka sko, maður sé alveg eitthvað fólk setja upp svona kort, skilur hverjir er að menga mest og eitthvað svona sko og það er alltaf þriðja heimsríki menga alveg mikið og sérstaklega per íbúa og svona sko að þeir alltaf við erum búin að fara yfir fyrstu iðnbyltingin og allt þetta sko það sem var bara allt keyrt á kolum og núna á olíu og allt þetta sko og auðvitað vilja þau komast upp í ákveðin lífsgæði sem þú þarft ákveðna skilur þróun í samfélaginu sem kostar ákveðin útblástur en við erum ekkert að hjálpa mikið með það að við þá minni að vestrið að hjálpa þeim að byggja upp á grænan hátt og þvert á móti einmitt. Já, þau eru líka stór hluti af menguninni sem að eins og til dæmis bara við á Íslandi við vorum að menga mjög mikið og við höfum hætt að menga að hluta til og
en við erum samt alveg að nota hér mikið. Eina sem við gerðum, við hættum að framleiða hér, byrjum að framleiða annars staðar. Mengunin gerist ekki innan landamæra okkar. Já. Við erum samt alveg að menga jafn mikið. Við erum bara búin að færa það yfir á eitthvað þriðja heimsríki og svo kvörtum við yfir því að þau sé að menga svona mikið. Sigur að tala um fötin aðan sko, menn Já. alltaf hversu mikið að fötum eru framleitt í þriðja heimsríkjum Já. með alls konar skrýtnar aðstæður, með alls konar eiturefnum, með alls Já. konar útblæstri. Síðan kemur þetta allt til okkar að við ferum í þetta einu sinni og hendum þessu haugana. Já, Neysluhyggjan. já, Og talandi margir er hræddir við degrowth og kannski réttilega, sérstaklega ef ykkur grænkapitalisti er að tala um degrowth við þig, að maður treystir honum ekki beint sko. En þú veist, efnahagskerfin okkar eru orðin massív og það eru bara takmarkar auðlindir í heiminum og líka takmarkað þol fyrir koltvísýring í andrúmsloftinu áður en að breytingarna fara að verða bara mjög hættulegar. Þannig að það þarf að ráðstafa þessu öllu vel og þegar eins og ég held að Jason Hinkle, þessi vísindamaður, hann tala einmitt fyrir degrowth sko, en hann tala þá fyrir því að við takmörkum stækkun efnahagskerfanna sérstaklega í Vesturlöndum og ráðstöfum frekar í auðlindum og orku í það að tryggja lífsskilyrði allra, þú veist, með þeim auðlindum sem við höfum og þeirri framleiðslu getur sem við höfum. Það er vel hægt. Ég held líka að það sé að spila svo margt inn í þarna, þessi ef að ég talaði um styttingu vinnuveikunar, bara það sem ekki hraði á öllu. Þegar þú ert að vera að koma þangað klukkan þetta og þú ert að fara á fullt af stöðum og þú hefur ekki tími í þetta allt. Við verðum að vera að drífa okkur rosa mikið að keyra einkabílinn og hingað og þangað og síðan fáum við nú smá frí og þá ætlum við að skjótast einhvern veginn land og þetta kostar allt útblástur sko, en þessum leiðu við fórum að hægja þess á og förum að hafa meiri frítíma og svona, það þarf ekki að vera að drífa sig út um allt sko. Það er alveg þannig. Það er óþarfi. Nú, félag okkar Hjalti Hrafn, hann skrifaði góða sögu einhvern tímann um svona framtíða sína á Íslandi, Ísland 2050 og þar var hann að lýsa bara samfélagi sem væri búið að bregðast við veðurfarsbreytingunum og frekar hann að hljóma eins og einhver svona fátæktar, sveltistefnu samfélag að þá var efnahagskerfið orðið bara svona staðbundnara, þá var meiri framleiðsla á svæðisbundum svæðum og í nærumhverfinu, almenningssamgöngur aðalatriðið og aðaleið fólks til þess að komast á milli staða og slíkt og þetta er mjög svona raunhæf og falleg framtíðarsýn. Ég hveti ykkur að googla Ísland 2050 Hjalti Hrafn, mjög gott og eitthvað sem vantar af því að það er talað um loftslagskvíðan og er það mjög skiljanlegt þegar maður fyrir að skoða málin og sér hættuna sem við stöndum frammi fyrir af því hún er gríðarleg og bara almennt vanmetin og kannski bara það mikil að fólk, þegar þú kemst að þá, grefur maður þetta eitthvað staðar í bakvið í haustum á sér og skiljanlega er ekkert eitthvað að pæla í þessu á hverjum degi, maður getur það ekki. En það eru raunhæfar leiðir út úr þessu en þær verða aldrei færar þegar að kapitalistanir eru ráðandi stéttir í samfélagunum og hagnaðarkrafan er ennþá bara aðal markmið samfélagana í raun. Og það er talað um alls konar eins og bara hvað fríar almenningssamgöngur geta gert helling sem að skila sér í það að við erum að eyða minni veraldlegu gæðum í það að komast milli staða ef við erum með fríar almenningssamgöngur en það er náttúrulega eins og það er ekki nóg mikil gróði í því sem er samt svo vitlaust af því að þeir sem að hafa það sem hefur verið pröfað að vera með fríar almenningssamgöngur hefur þetta gengið svo vel sparnaðurinn í endurnýjun vegum og svoleiðis bara marg borga sig og maður skilur oft ekki eins og af hverju ekki farið í einhverja svoleiðis aðgerðir. Þetta er eins og gerðist með olíugjöldin hér á landi þú greitir olíugjald á lítirinn sem því að ef þú varst á sparneytar í bíl þá borgaður minna. Svo allir komnir á svo sparneyta bíla ríkið var að tapa, þess að það er að taka upp kílómetragjald í staðinn og náttúrulega ef allir er að taka almenningssamgöngur var færri bílar til að skattleggja færri bílar fyrir mörg fyrirtæki til þess að vinni þetta dregur úr efnahagskerfinu að einhverju leyti Því að samkvæmt ráðandi svona hugmyndafræði þá má ekki skattleggja henni ofur ríku hvað þá að fara þjóðnýta meira af auðlindum og vinnu og slíku
en ég var eitthvað að skoða daginn og mér sýndist að það muni ekki kosta nema sko eitthvað 2 milljarða til að gera almenningssamgöngur ókeypis á höfuðborgarsvæðinu 2 milljarðar Árið þá? Já. Hvað kostar harpan aftur? Ég meina það er ekkert rosa mikið, það myndi, notkun myndi örugglega aukast og þá myndi kostnaðurinn líka aukast en einmitt þú myndir örugglega spara á vegum og að gera við vegi og þú myndir minnka mengunin í borginni og það myndi hafa alls konar óbeinar afleiðingar en við lifum bara í einhverju svona hugmyndafræðilegri hegemóníu þar sem að slíkar hugmyndir komast ekki að borði sko og mér finnst svolítið áhugavert svona þessu tengt sko að nú er verið að hækka veiðigjaldið að þeir segja að sé hækkun á veiðigjaldið en í raun þeir bara að taka á kerfisbundnu svindli sem er búið að vera að stunda bara mjög lengi þannig að þetta er í raun engin hækkun það er bara verið að stoppa svindl sem búið í gangi lengi og bara búið að vita af þannig að þú veist svona pólitískt og hagfræðilega séð er í raun þú veist þetta er ekki stórt skref sem er verið að taka og það þarf að ganga mikið lengra. Algjörlega og bara að segja þetta er náttúrulega ef við erum að tala eins og það að samnýta hluti það náttúrulega er náttúrulega fyrsta skrefið að þeir ríku borgi sitt svo að sé einmitt hægt að reka þessi kerfi almennilega nógu eru við nú rukku við alls konar gjöld fram og tilbaka sko venjulegt fólk og einmitt til að við getum verið með einmitt kerfi sem virkar fyrir alla það þarf að vera frí almenningssamgöngur og þá náttúrulega þú tala minni mengun á hann inn í borgun það er náttúrulega ég hef ekki viss hvað er búið að rannsaka það mikið bara hvað það útblásturinn í borgum hvaða áhrif það hefur á heilsu og hvað sparnaðin í heilbrigðiskerfinu ef við hugsum þetta alla leið þá er þetta svo sparnaður svo mörgum sviðum en það kemur kannski ekki út á sama stað á Excel-skjælinu og þá er þetta rosa slæmt sko. Þá virkar þetta ekki sko. Já, RÚV skrifa frétt að Strætó sé í sko miklu tapi 300 milljón króna tapi þú veist Þetta er þjónusta Þetta var frétt í fyrra eitthvað en bara svona hvernig þessu er rammað inn það er bara í svona alveg bullandi nýfrjálshyggju hugmyndafræði Voru þeir í tapi eða var hagnaðurinn að minnka? Það er engin hagnaður Þetta er þjónusta það var bara held í 300 miljóna krónum meira í rekstrakostnað þeir byggust við og voru 300 miljónir í mínus þú veist, en ég held að sé bara 30-40% af rekstrakostnaði Strætó er dekkaður af kaupum og áskrift þú veist, á fargjöldum og slikt sko En það var ný skýrsla bara núna fyrir viku eða 2 og Strætó er í hagnaði fyrst skipti fyrst skipti í allan á langa tíma Það er að koma út í einhverjum rekstra plús með framlögin sem þið fá eftir þessa snarhækkun hvað hækka 2 eða 3 sinnum bara á seinustu nokkrum mánuðum á fargjaldi og hefur náttúrulega dregið samt alveg eitthvað úr notkun Það hefur dregið úr notkun, já. Samt er það hagnaði bara því það eru að rukka svo mikið Þetta er líka svo styrla með þessa heiminn sem við lifum í dag og nýfrjálshyggju heiminum er það að við hljótum að vilja það að allir geti komist milli staða það hlýtur bara að vera ég myndi allan áætla það að við svona sem samfélag það á svona þessu fjölmennustu stöðum og meiri sé að minni þorpum að það sé einhver leið fyrir fólk að komast milli staða þó það ekki efnaði en þegar vera að fara það þarf alltaf að vera í hagnaði það þarf að vera að skilast akkurat þessari einingu Strætó í hagnaði þá er farið þessa nýfrjálshyggjuleið að hækka gjöldin og færri taka sem er mitt mjög slæma áhrif á umhverfið Ég klikku hugmynd hjá þér ég myndi vilja bara lækka gjaldið mikið þá myndi fleiri taka og þá er þið meiri hagnaður í mínu huga sko Gæti fleiri nýtt til þetta Ég get sagt það sko fargjaldi í Strætó hann ætla hægt að kaupa sér Strætókort svo er náttúrulega talsvert betri heldur en að kaupa stakt og stakt fargjald þarfst ekki að taka nema 20 ferðir á mánuði og þá ertu búin að spara þér pening sko en ástæðan fyrir því að ég tek ekki Strætó í vinnuna er ekki að því að það myndi vera hvað 1200 kall á dag ef ég er að taka Strætó fram og tilbaka heldur að því að ég spara mér það tekur mig korter að gera í vinnuna hálftíma heim því ég spara mér klukkutíma 45 mínútur ef ég myndi taka Strætó klukkutíma og korter báðaleiðir með Strætó ég er að spara mér á klukkutíma á leiðin í vinnuna
Þú meina með því að keyra það? Já, með því að gera. Já, þetta er mjög leiðilegt. Og hvað, það var þetta, já, klukkutíma og 45 mínútur á dag, 5 daga í viku, sem ég að spara mér. Það er svolítið mikil tími, sko. Það er svolítið mikil tími. Ef ég væri að rukka fyrir þann tíma, þá væri ég vel að borga fyrir bílinn minn, sko. Já. Það er bara ekki hagstætt fyrir mig. Gríðarlega. Þetta er sama, það eru nokkuð mörg ár síðan ég hætti taka strætó svona daglega allavega og þetta var nákvæmlega sama ástæðan fyrir mér. Þetta voru svona 2 klukkutímar á dag sem maður var að spara sér sko með því að keyra og þá hugsa maður ekki hvernig er þetta kerfi byggt upp. Skilur, erum við í alvörinu að byggja þetta kerfi til að færa eins marga milli staða og við getum. Það hlýtur að vera hægt að gera þetta betur. Maður sér það bara, þess að það hugsa það bara þeir sem að keyra Miklubrautina á mótnana að það er bara bíll og það er allt stopp. Þú hlýtur að vera fljótari að komast milli staða ef þú setur upp þannig kerfi að það getur tekið þetta fólk úr bílunum inn í strætó eða borgarlínu eða hvað það heitir og færa þau þannig saman milli staða svo það sé ekki bara allt stopp í einhverju umferð sko. Ég veit að til dæmis Reykjavíkurborg er búin að vera með verkefni bara mjög nýlega það sem að akkurat er verið að spyrja þessu spurningu hvar býrðu gætur þú ímyndaðir að taka strætó og hvað eru þeir staðir sem þú myndir vilja að taka strætó á þá eru þið að nota þetta til þess að mappa út línur að sjá hvert fólk þarf að fara en ég bý í Hafnarfirði, ég vinn í Árbænum ég þarf að fara niður í 101 ég ætla að taka strætó Já, það er náttúrulega annað líka sko milli sveitafélaga á höfuðborgarsvæðinu það er náttúrulega bara eins og að það sé bara eins og að sé alveg sikkur heimurinn hvort þú seti í Hafnarfirði eða Garðabæ eða Reykjavík Þetta er líka Reykjavík að hluta til sko það er annað fyrirtæki sem rekur strætó í Reykjavík strætó er náttúrulega rekinn af bara Reykjavík en svo þegar þú ferð út fyrir Reykjavík þá er þetta hagnaðarfélag eitthvað er ekki Og nýfrjálshyggjan gerir okkur erfiðara fyrir þar sem eru oft svona einkaaðilar að komast inn í almenningsþjónustu ykkur og verða bara eins og hálfgerðar svona vampírur sem eru bara að sjú út úr þessu verðmæti og okkur er selt þetta svona samvinnuverkefni einkageirans og hins opinbera og þetta er frábært við fáum inn innspýtingu frá einkageiranum í fjárfestingu og þess vegna getum við byggt þessa frábæru innviði en svo rukka einkaaðilarnir leiguðu eitthvað þjónustugjöld alveg heilengi og það endar að því að vera einmitt dýrara og þetta er búið að gerast mikið með nýfrjálshyggju þannig að félagshyggjan stendur ekki mjög sterkt núna í Vesturlöndum það hefur verið gagnsókn auðvaldsins undanfarna áratugi sem hefur gengið mjög vel en það hefur bara aldrei legið eins mikið á að við förum að taka sósíalískari nálgun á efnahagskerfið bæði á þessu staðbundna sviði að geta komist í almennilegan strætó og hafa húsnæði og fæði og klæði og slíkt en líka á þessu hnattræna þar sem að þetta efnahagskerfi sem við lifum við er bara að stúta lífsskilyrðum jarðarinnar og framtíðar kynslóða Síðan er það líka allir bara borgarskipulag yfir höfuð. Ég veit að það er núna verið að fara einhverja aðra leiðir í borgarstjórninni í Reykjavík allavega það hvernig þið hanna hverfin. Af því að sko þetta er allt hannað fyrir bíl og allt hannað fyrir einkabíl. Og þá er svo erfitt að búa til eitthvað almenningssamgöngukerfi inn á það og það er náttúrulega miklu meira heldur en að segja að fara að breyta byggingarskipulagi hvar húsin eru og hvernig göturnar liggja að breyta því eitthvað eftir á sko. Þannig að það þarf að hugsa þetta og sérstaklega þegar höfuðborgarsvæðið er að fara að vera svona stórt að það þarf að vera með þetta í huga held ég við bara öll ný hverfi sem er verið að byggja sko. Algjörlega, það er mjög mikilvægt að þau nýju hverfi sem við byggjum séu sett upp fyrir gangandi, hjólandi og fólk sem nýtir sér almenningssamgöngur og það er alveg erfitt að breyta þeim hvernig sem við erum með í þetta en ef maður lítur á Amsterdam ég veit ekki hvort það hefur farið til Amsterdam ég farið til Hollands en ekki Amsterdam allir hjólandi við skoðum Amsterdam 1950 það er ekki hjól þetta er bara bílar, þetta eru bara götur það er enga göngugötur, það er engi hjólastígar þau breyttu þessu þau tók þetta bara að sér og þau breyttu þessu nú geta allir hjólaðum það var ekki þannig það er ekki þannig að það var aldrei gert þannig við getum gert það þarf bara einhver að byrja Það er líka best þar að þú varst einmitt tala ég var í einhver smá stund í Amsterdam og tók einmitt almenningssamgöngur allt sem ég fór
og það er einmitt hvernig þetta er lagt upp bara gatnakerfið, þá ertu með kannski sem vorum í útkverfi, en þú kannski tekið eitt strætó sem fór bara beint eftir einni götu alveg lengst niður í bæ og síðan einmitt út frá því. Þú ert ekki að taka eitt strætó sem að hringsólar öll hverfi og þú ert marga klukkutíma á leiðinni sko. Þú ert bara, það er bara frá þessu útkverfi og þessi beina lína og það kemst miklu fljótara milli staða þannig heldur en að keyra sko. Það er hugað að þessu. Þegar ég var í Hollandi og Belgíu og Þýskalandi það senasta sumar, það var skilvirkara sko að fara í almenningssamgöngur milli landana heldur en að fara milli bæjarfélagi hérna sko. Það er auðveldara að fara frá Belgíu yfir til Hollands heldur en að fara frá Kópavogi yfir til Reykjavíkur. Við vorum með lesing hérna daginn og þar vorum við að skoða bók sem hét Climate Change as Class War og þau voru svolítið á okkar línu, svona sósíalískir umhverfisinnar sem að telja og gera sér grein fyrir því að ekkert verður gert ef að hagsmunir kapitalískra borgarastétta fá bara að ráða för sko. Og þau voru að mæla með í þeirri bóka því að hvernig hefur almenningur og alþýðan, hvernig hefur henni tekist að ná fram einhverjum breytingum sér í vil að það er með skipulagðari verkalýðsbaráttu eða stéttabaráttu einhvern veginn og í þeirri bók það að tala um hvernig fólk, ef það myndi skipuleggja sig á ýmsum svona lykilvinnustöðum þá það að tala um raforkuframleiðslu og á höfnum og slíku þar sem að viðskipti þjóða á milli er að fara á slíkt eitthvað svona lykilvendipunktar í efnahagskerfinu þar sem þú gætir skipulagt verkfall og haft þannig raunverulega áhrif af því að þú veist, yfirstéttir gegnum tíðina hafa aldrei gefið eitthvað eftir eða örfásunum gefið eitthvað eftir bara með því að fólk biðli til sko betri vitundar þeirra. Það hefur bara ekkert virkað. Það sem virkar er að einhvern veginn neyða þau til þess að gefa eftir og þá helst hefur það virkað með verkföllum. Og það er ekki síst ástæðan fyrir því að sósíalískir umhverfisinnar eru mikilvægir að því að við þurfum mun meiri skipulagðari og öflugri verkalýðsbaráttu til þess að virkilega láta hlutina breytast af því að yfirstéttin mun ekki hlusta þig þegar þú segir þeim en hvað með börnin, en hvað með þú veist bamba út í skógi skilur sem er að brenna, hvað með þau hugsa bara ekkert út í það. Eins og ég veit með skipulega verkalýðsbaráttu í Bandaríkjunum núna af öllum stöðum er mjög skipulögð verkalýðsbarátta sem er sett 2028 General Strike ef þið hafi ekki heyrt það í að þetta ótrúlega mörg stéttarfélög búin að taka sér saman og samningarnir þeirra renna út 2028 1. maí 2028 og þau að fá önnur stéttarfélög til þess að þegar þau að semja hvort það í árið að næsta jafnvel 2007 að samningurinn endar 1. maí 2028 og allir fara í verkfall fyrir umhverfið og fyrir stéttabaráttu. Þetta eru 2 punktarnir þeirra. Það talaði á vinnustöðum eða allar að þú veist ná í gegn verkfalli og fá allar í verkfall sem býtur og virkar að það þarf að fá svona ákveðin yfirgnæfandi meirihluta. Þú veist það er ekki nóg að út með 100 manna vinnustað og það fara 2 út, við viljum hærri laun. Þú verður að fá þú veist 60, 70, 80% af verkaliðinu til þess að fara út og ef 60-70% af bandarískri alþýðu og verkastétt myndi bara standa upp og fara í bara allsherjar verkfall þar til þau fá, þú veist, opinbera heilbrigðisþjónustu og betri skóla og ódýrari mat, ódýrari húsnæði og slíkt, þá myndu þau náðu í gegn. Það myndu verða breytingar, þau myndu neyða kapitalistana að borðinu til þess að semja við sig. Og okkur sárvantar þetta. Guð, já. Það gleymist nefnilega líka að við erum alveg að framleiða nóg að gæðum til að við getum haft hlutin þannig, við getum haft fría heilbrigðisþjónustu, við eigum að geta haft fría almenningssamgöngur, við eigum að geta haft styttri vinnuviku. Það þarf bara skipulega að geta betur og kapitalisminn hefur sérstaklega nýfrjálshyggjan hefur sýnt það bara að þeir eru ekki að fara að gera og þeir eiga aldrei eftir að geta skipulagt það rétt. Já, það er nefnilega, það er þannig, sýnist mér á öllu sko.
er að þeir þú veist, ef ekkert er að gert þá munu þeir fara með okkur beint til helvítis, þú veist, það verður verra en við getum ímyndað okkur, sko. Þú veist, líf barnanna okkar verður miklu verra en líf okkar ef ekkert er að gert, þú veist. Sorry, Stefán. Nei, bara, já, eins og það sagðir, í þessum heimi, með tæknina sem við höfum búið til, með þekkinguna sem við höfum á þessum heimi, með þau völd sem við bara hreinlega höfum yfir náttúrunni, það að einhver þarf að flýja heimili sitt út af umhverfisástæðum, það að einhver sveltur út af uppskerubresti, það er til svo mikill matur, það er bara, það má ekki vera í lagi, það bara má það ekki. Ekkert í lagi við það. Og þetta tengist svolítið því sem við vorum að tala með einstaklingsíkjuna og verið að setja svona ábyrgðina á einstaklingin sem er bara algjör fyrirsláttur og reyndar hafa mörg olíufyrirtækin og svona sem er að reyna að stöðva einhverjar aðgerðir, fjárfestalega hellinga peningum í það að villa fyrir fólki og bæði ljúga upplýsingar en líka íta ákveðnum svona hugmyndum út eins og að þú veist við verðum að nota minna vatn, nota minna rafmagn og flokka betur og en þú veist það bara mun ekkert gerast ef við erum öll í því og eins með þú veist bara svona lífskjara baráttu hvers og eins að þú veist í því umhverju sem við erum í dag að fólk kannski reynir að harka, það vill eiga ísu á, það vill eignast hús og það vill þetta og hitt, þú veist, kannski vill að skara fram úr og eitthvað en staðan verður slík að færri og færri vinna í því kapphlaupi. Húsið vinnur alltaf, kapitaliska yfirstéttin og jafnvel þó við séum í einu jafnasta samfélagi í heimi að þá er þetta raunin en lausnin í raun til þess að bæta sem er kannski sko líklegra til þess að bæta þitt líf persónulega er að ganga inn í skipulaða baráttu með fleirum, með stéttinni sem þú tilheyrir og þannig sameiginlega náð mjög áþreifanlegum árangri fyrir þig og almenning og fjöldan allan. Það er náttúrulega þeir sem eiga þess peningana eru með völdin og þess ef það er einn kapitalismi á móti þér einum sko, hann ræður, hann hefur miklu meiri völd heldur en þú veit en við erum 90% sko, þannig að það er leiðandi getum við haft alveg miklu meiri áhrif heldur en fólk heldur sko. Algjörlega. Og stoppfundur sósíalískra umhverfissinna verður 22. apríl hérna í vorstjórninni eða ekki, Bólóttir 6 Jú, passar, klukkan 8 Klukkan 8 og dagskrá og fleira kynnt síðar en þetta verður dagur jarðarinnar og alltaf verður ekki svolítið hátíðlegur viðburður og vonandi blæs ákveðnum eldmóði í fólk að fara að berjast fyrir sósíalisma og berjast fyrir vistvænni framtíð, lífvænlegri framtíð fyrir alla. Það liggur gríðarlega á. Takk hérlega. Takk. Takk fyrir. Takk.